Tvöfalt fleiri yfir 70 leituðu til Bjarkarhlíðar miðstöðvar þolenda ofbeldis á nýliðnu ári en árið á undan. Dæmi eru að uppkomin börn neyði foreldra til að selja ofan af sér og svíki út lyf þeirra. Kílómetragjaldið kemur betur út fyrir stóra og orkufreka bíla en verr út fyrir litla og sparneytna bíla. Jeppaeigendur gætu sparað tugi þúsunda á ári en smábílaeigendur gætu þurft að greiða tugi þúsunda meira en áður. Ísraelar banna starfsemi 37 alþjóðlegra mannúðarsamtaka á Gaza á næstu vikum. Íbúar þar vona að ástandið skáni á nýja árinu. Aldrei hefur verið jafn hlýtt hér á landi og á nýliðnu ári. Hitamet voru óvenjulega mörg og vorið það hlýjasta sem skráð hefur verið. Mikilvægast að strengja ekki áramótaheit til að geðjast öðrum að mati ráðgjafa í markmiðasetningu, en margir ætla að huga að heilsunni á nýju ári. Bara fókusa á góða hlutina í lífinu og vera betri manneskja einhvern veginn. Gott kvöld. Sífellt fleiri aldraðir bera neyðarhnapp vegna ótta við ofbeldi nánustu aðstandenda. Fleiri leituðu sér aðstoðar vegna ofbeldis eftir að Súlunesmálið þar sem kona beitti foreldra sína langvarandi ofbeldi komst í hámæli. Þegar við sjáum að svona alvarleg mál koma upp þá skekur það samfélagið. Gerendurnir eru oftast makar og eða uppkomin börn og náin fjölskyldutengsl flækja málin og ofbeldi getur verið lúmst. Jenny segir að ofbeldi gagnvart öldruðum kom ekki fram í tölfræði lögreglu því fólk veigri sér við að kæra nána ættingja en mikilvægt sé að tilkynna til lögreglu. Það er oft óljóst fyrir þolendur, bara óháð aldri, að hvað er ofbeldi í nánu sambandi vegna þess að þolendum er oftast kennt ofbeldi sem þeir verða fyrir. Mikil aukning varð í hópi fólks yfir 60 sem leitaði til Bjarkarhlíðar á árinu sem var að líða. Árið 2024 komu þangað 45 þolendur ofbeldis eldri en 60 ára en á síðasta ári voru þeir 67. Það er aukning hátt í 50%. Og þegar nánar er rýnt í tölurnar sést að hlutfallslega varð mesta aukningin hjá þeim sem eru eldri en 70 ára. Í fyrra voru þeir 22 en 11 árið áður. Þetta er 100% aukning á milli ára. Og birtingamyndirnar eru ýmsar. Við sjáum mjög mikið andlegt ofbeldi. Það hefur verið að ógna því. Það er þessi nauðungarstjórnun þar sem að allt er gert vitlaust á heimilinu og þolandinn er hræddur til þess að láta vilja gerandans. Og þá er fjárhagslegt ofbeldi algengt þar sem uppkomin börn eru meira að minna á framfæri hins aldraða og krefjast þess að hafa aðgang að fjármunum hans. Við sjáum jafnvel dæmi það sé verið að reyna að fá fólk til þess að selja ofan af sér eða selja eigur sínar til þess að láta uppkomin börn fá. Og svo sjáum við því miður líka að það er oft verið að leysa út lyf og annað sem að þolandi þarf að taka og gerandi er þá að nota það annarkvort sjálfur eða koma því einhvers þar í verð. Og þá verður sífellt algengar að aldraðir þolendur ofbeldis beri neyðarhnapp svo þeir geti látið vita telji þau sig vera í hættu. Að taka upp símann og hringja vegna þess að það getur ýtt undir reiði og ofbeldishefðun geranda en ef þú ert með neyðarhnapp þar sem er kannski vasa eða veski þá er hægt kannski að ýta á hann án þess að gerandi sjáið. Sigurður Ágúst Sigurðsson, varaformaður Landssambands eldri borgara, velkomin. Svona mál, eins og sagt var frá í fréttinni hér á undan, koma þau inn á ykkar borð? Já, þau gera það en ekki miklu mæli í sjálfu sér. Við héldum þing í haust, málþing, þar sem fagaðilar komu saman og ræddu ofbeldi og þar komu fram dæmi það hvernig hvað vandamálið var mikið og var mjög áhugavert að heyra það að þessi mál eru rædd á mörgum stöðum en það vantar samráð. Það er til dæmis engin miðlægur gagnagrunnur til í heilbrigðiskerfinu þessi mál en lögreglan og Neyðarlínan hefur haldið utan statistik þessi mál og við erum að byggja á þeim gögnum varðandi það
hvað hægt að gera í nánustu framtíð. Hætta að tala og láta verkin tala frekar. Hvernig eiga verkin að tala? Hvað þyrfti að gera? Það hefur komið fram núna nýlega hjá heilbrigðismálaráðherra og líka hjá formanni lækna að vandamálið trúnaðartraust á milli sjúklings og lækna. Og þeir vita ekki í hvort fótinn þeir að stíga þegar að augljóst heimilisofbeldi og nýlegur Hæstaréttardómur sem nýfallinn, hann sýnir og sannar það hvað læknar eigi miklu vandræðum og heilbrigðisstarfsfólk þegar að ljóst að heimilisofbeldi að ræða. Svona í lokin heldurðu þetta sé raunaukning eða þessi mál sé að koma meira upp á yfirborðið en áður? Ég vona að þetta sé viðhorfsbreyting, fólk farið að opna sig. Ég óttast hins vegar að aukningin sé komin til með að vera. Já, takk fyrir þetta, Sigurður Ágúst Sigurðsson. Takk. Jeppaeigendur spara tugi þúsunda með tilkomu kílómetragjalds í stað bensíngjalds en eigendur sparneytinna bíla þurfa að greiða tugi þúsunda meira en áður. ASÍ telur að þetta komi sér illa fyrir efnaminni og fari gegn markmiðum að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Eldsneytisverð lækkaði þriðjung áramótin. Á móti kemur að ökumenn þurfa að greiða kílómetragjald fyrir hvern ekinn kílómetra. En hvernig skildi þetta koma út fyrir veskið? Mér sýnist ég vera að borga bara þó nokkuð mikið meira því ég keyri mjög lítið en samt er ég að sjá það að ég sé að fá borga yfir 20.000 krónur meira bara með við síðast ár. Hvernig líst þér á kílómetragjaldið? Það vonandi að það skilir sér á þann stað sem það ætlað. Að það fari í vegakerfið? Já. Hefurðu reiknað út hvernig þetta kemur út fyrir þig? Já, ég held að þessi svona fyrir þennan bíl það aðeins betra. Þetta er galla. Hvernig hefur viljað sjá það? Bílar eins og hann Bronco en hann er 20 lítrum og hann græðir einhvern 20 skall á ári þú veist. Og síðan einhver námsmenn á litlum bílum og borga meira. Kílómetragjald á fólksbíla eru 6,95 krónur. Það þýðir að báðir þessir bílar greiða sama gjald. Miðað við 15.000 kílómetra akstur á ári greiða báðir 104.000 krónur á ári. Tökum sem dæmi jeppa sem gengur fyrir bensíni og með meðaleyðslu 10,5 lítra á 100. Lægsta bensínverð fyrir breytingu var 279,7 krónur. Jeppaeigandinn greiddi þá ríflega 440.000 krónur í fyrra. Lægsta bensínverð núna 183,1 króna. Hann greiðir þá tæpar 290.000 krónur í bensín núna og 104.000 í kílómetragjald, samtals ríflega 390.000. Lítill smábíll eyðir að meðaltali 4,9 lítrum á 100. Eigandi hans greiddi þá 205.000 krónur í fyrra. Núna borgar hann tæpar 135.000 krónur í bensín en með kílómetragjaldinu greiðir hann samtals hátt í 240.000. Jeppaeigandinn þá að spara hátt í 50.000 krónur. Eigandi smábílsins aftur á móti að borga ríflega 30.000 krónum meira. Eigendur minni og sparneytnari bíla að borga sama kílómetragjald á ekinn kílómetr og við teljum það ekki beint styðja við þá þessa stefnu stjórnvalda sparneytnari bíla og minni losun. Og við höfum áhyggjur af því að almennt myndum að ætla þeir sem þá sem minni og ódýrari bílum að það sé þá jafnaði tekjulægra fólk og þá eru þá byrðarnar að leggjast á þyngra á þau heldur en þá sem eru á dýrari bílum. Hvernig líst þér á þessa lækkun á bensíninu? Já, allavega allt í lagi eins og það er í dag. Svo spurning hvað verður. Jú, þetta náttúrulega mjög fínt að fá þess ódýrari olíu, það munar það. Ef munur að sjá tölun á skjánum núna? Já, heldur betur. Þetta er örugglega, þetta sé ekki 6.000 kall munur. Þetta verður örugglega bara hækkað leið og hægt En eins og við höfum verið að tala í okkar málflutningi að þá söknum við ennþá lækkunar frá árinu 2025. Þannig að ykkur finnst að það gæti lækkað enn frekar? Við höfum talið innistæðu fyrir því hingað til, já.
6 börn hið minnsta hafa látist á Gaza síðasta mánuðinn því þau fengu hvergi skjól fyrir veðri og vindum. Þrýst er á Ísraela að aflétta fyrirhuguðu banni á starfsemi 37 hjálparsamtaka. Varað er við miklum kulda á Gaza þar sem 100.000 hafast við í tjöldum án hita og rafmagns. Fjölmiðlar á Gaza greindu frá því í gær að barn hefði dáið úr kulda í Nuseirat flóttamannabúðunum. Að sögn UNICEF fórust 6 börn á Gaza í desember því þau gátu hvergi fengið skjól fyrir veðri. Þrátt fyrir að Ísraelar og Hamas hafi samið vopnahlé í október, sér ekki fyrir endan á neyðinni á Gaza. Fólk vonast eftir breytingum á nýju ári. وإن شاء الله في 2026 تبقى أيام فرح وأيام سعادة وبنى واليهود ينسحبون كاملا من قطاع غزة والناس ترجع لبلدها ترجع صح بدنا نرجع لمخيمات طبعا بس كل واحد بيبقى في أمن واطمئنان. 26 إن شاء الله تكون أصلح من 25 هذا وإن شاء الله بيكون الحرب خلص ونهاية الحروب ونهاية هذا وإن شاء الله هذا هي. Stjórnvöld í Ísrael ætla ekki að endurnýja leyfi 37 alþjóðlegra mannúðarsamtaka á Gaza. Þar á meðal eru læknar án landamæra og norska flóttamannaráðið. Þau þurfa að hætta starfsemi þar eftir 2 mánuði. هذا القرار الإسرائيلي الذي سيطال عشرات المنظمات الغير حكومية الدولية التي تعمل في قطاع غزة منذ عشرات السنوات وبخاصة فترة الحرب على قطاع غزة سيكون له عواقب خطيرة على واقع السكان في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها المواطن الفلسطيني. Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF. Hvaða afleiðingar telur þú að það hafi að starfsemi þessara hjálparsamtaka verið bönnuð? Já, þessi ákvörðun er eiginlega óskiljanleg vegna þess að hún torveldar enn frekar störf mannúðaraðila á svæðinu þar sem svona mikil neyð ríkir. Við sjáum það er verið að banna læknum án landamæra að starfa á stað þar sem að öll sjúkrahús hafa verið skemmd eða eyðilögð. Þannig að þetta er því miður mjög vond tíðindi. Hvernig myndirðu lýsa stöðunni á Gaza núna? Hún er því miður ekki góð. Við komumst inn með einhverja mannúðarvistir en alls ekki allar. Fólk hefst við í misburðugum tjöldum í kulda og vosbúð og núna flóðum og stormum núna í desembermánuði eins og kom fram í fréttinni. Börn komast ennþá ekki í skóla. Við fáum ekki að flytja inn nein skólagögn. Þannig að ástandið er aðeins betra en það var í fyrra en það er ennþá mjög slæmt. Við heyrum í fréttinni að fólk hefur einhverja vonir að þetta ár verði betra en það síðasta. Hvernig eru horfurnar á Gaza núna? Við verðum alltaf að vera bjartsýn og á meðan vopnahlið gildir og það heldur að þá er hægt að hjálpa fólki, þá er hægt að tryggja fólki mat og eitthvað skjól og við skulum vona að á nýju ári komist börnin á Gaza aftur í skóla og þá getum við hort virkilega til framtíðar. Takk fyrir þetta, Birna Þórarinsdóttir. Takk. Mögulegt er talið að eldur á bar í Sviss á gamlárskvöld hafi kviknað út frá stjörnuljósum innanhús. 5 daga þjóðarsorg hefur verið lýst yfir. Flestir gestanna á barnum La Constellation í skíðabænum Crans-Montana á gamlárskvöld voru ungt fólk. Fjölmenni varðar að skemmta sér þegar eldur braust út og 40 biðu bana. La vie est bouleversée et nous sommes profondément tristes et je crois que les choses seront plus comme avant. Vraiment, il y a un avant et un après. Yfirvöld tilkynntu í dag að mögulegt væri að eldurinn hafi kviknað út frá stjörnuljósum eða blísum í kampavínsflöskum. Eldur úr þeim hafi náð í loftið og breiðst út. Þessari mynd hefur verið dreift víða á samfélagsmiðlum í dag. Hún var tekin stuttu áður en eldurinn kom upp. Parce que j'ai un ami à moi, il est à l'hôpital actuellement à Zurich, il est grièvement blessé et pour un soutien à lui et à sa famille et à toutes les autres personnes qui ont perdu leur enfant le jour de l'an. 119 manns slösuðust í eldsvoðunum, þar af 80 alvarlega. Miklar annir voru á næsta spítala fyrstu klukkutímana. Il y a eu des inhalations et de fumée et aussi évidemment de chaleur qui a aussi probablement pour certains créé des brûlures internes
de ce point de vue. Donc c'est une situation oui, qui est vraiment catastrophique. 50 manns hafa verið fluttir á spítala í útlöndum, meðal annars til Ítalíu, Frakklands og Þýskalands. Nýliðið ár það hlýjasta hér á landi frá upphafi mælinga. Meðalhiti var rúmlega 1 gráðu yfir meðallagi. Árið 2025 einkenndist af miklum og óvenjulegum hlýindum. Fyrstu tölur segja okkur það að árið það hlýjasta frá upphafi mælinga. Þegar við tökum landið í heild og líka á mörgum einstökum veðurstöðum. Meðalhiti mældist 5,2 stig sem 1,1 stigi yfir nýjasta 30 ára viðmiðunartímabilið. Það árið 1991 til 2020. Áður var 2014 hlýjasta árið. 8 mánuði ársins var hiti vel yfir meðallagi samkvæmt samantekt Veðurstofunnar. Vorið var sérstaklega hlýtt, auk desembermánaðar sem var sá 3. hlýjasti frá upphafi mælinga. Það sem var náttúrulega langóvenjulegast á árinu var hitabylgjan í maí þegar hiti fór yfir 20 stig einhvers staðar á landinu í 10 daga í röð og þá voru slegin ný maí hámarkshitamet á nánast öllum veðurstöðum landsins. 15. maí fór hitinn mest í 26,6 stig á Egilsstaðaflugvelli. Þá var slegið landsmet á sama stað þann 16. ágúst 29,8 stig sem hæsti hiti sem mælst hefur í 80 ár. Þann 24. desember á Seyðisfirði var líka hæsti hiti sem mælst hefur í desember, 19,8 stig. Það hefur náttúrulega hlýnað undanfarin ár og þá hlýnun má að einhverju leyti skýra með losun gróðurhúsalofttegunda. Það hefur hlýnað allan heim og síðustu árin hafa verið þau hlýjustu á heimsvísu. 2023 og 2024 voru hlýjustu árin og ég held að 2025 verði líka eitt af þeim hlýjustu. Þannig að þetta bara það sem að gerast allan heim. Og þetta merki að einhvern veginn, það gangi ekki nógu vel að takast á við þessa ógn? Já, það mætti alveg segja það. En þetta náttúrulega það sem allar spár gera ráð fyrir að það fari hlýnandi. Það hefur kólnað hægt og rólega á fasteignamarkaði síðasta árið. Verðþrýstingur hefur minnkað og nýjar íbúðir seljast seint og illa. Þetta segir hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Þinglýstum kaupsamningum hefur fækkað verulega frá því vaxtadómurinn féll í október. Fólk hélt að sér höndum vegna óvissunar sem þá skapaðist á lánamarkaði. En nú eru komnar fram vísbendingar að kaupaáhuginn hafi tekið við sér að nýju. Það sem stendur kannski upp úr það að það hefur svona kólnað hægt og rólega á fasteignamarkaði. Verðþrýstingurinn hefur minnkað nokkuð mikið eða svona ágætlega frá byrjun árs. En á sama tíma erum við að sjá slatta af kaupsamningum. En það eru nýjar íbúðir sem að seljast illa og þessi dræma sala á nýjum íbúðum hefur dregið úr eftirspurnarþrýstingi á fasteignamarkaði. Flestar nýjar íbúðir séu 80 til 120 fermetrar að stærð, en nóg sé til af þeim fyrir. Minni íbúðir hafi selst betur en ekki sé nægt framboð af nýjum minni íbúðum sem eru 50 til 80 fermetrar. Þá sé einnig umfram eftirspurn eftir stærri eignum og séreignum sem eru 150 fermetrar og meira. Þannig að það mætti segja að það sé svona ofgnótt af meðalstærri íbúðum meðan stærri og smærri íbúðir eru svona af skornari skattum. Talsverður þróttur hafi verið á síðasta ári hjá fyrstu kaupendum þó meðalaldur þeirra 30 ár hafi lítið breyst síðustu árin. Og töluverður fjöldi þeirra hefur komist inn á markað núna. Þegar það bil 30% allra kaupanda í fyrra voru fyrstu kaupendur. Það var ekki það sem að kannski mætti búast við með hversu erfitt það að kaupa íbúð akkurat núna. Erum við að sjá verðlækkanir? Við höfum ekki ennþá séð verðlækkanir, nafnverðslækkanir allavega, en íbúðaverð hefur ekki hækkað í takt við verðbólgu og þá talað raunverðslækkun sem að mætti búast við þegar það svona að kólna og kreppa á húsnæðismarkaði. Bláa línan sýnir hvernig íbúðaverð hefur þróast frá árinu 2021 og rauða línan sýnir verðbólgu þróun á sama tímabili. Það sem einkenndi árið 2025 að mjög dró úr hækkun íbúðaverðs á meðan verðbólga var stöðug í það bil 4%. Íbúðaverð hefur því hækkað minna en almennt verðlag frá því í haust. Og hér sjáum við álit fasteignasala á stöðu markaðarins samkvæmt könnun sem Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gerir reglulega, en samkvæmt fasteignasölunum hefur markaðurinn færst frá því að vera við stofuhita niður í kaupendamarkað á seinni hluta þessa árs.
Ég spái því að ef að vextir halda áfram að vera háir, það mun verða áfram erfitt að komast inn á markaðinn og það mun eftirspurn vera í skefjum. En það þrátt fyrir allt ágætis þróttur hjá kaupendum og eftirspurnarhliðinni, þannig að ég sé allavega ekkert í kortunum sem bendir til einhvers hruns. Það greinilegt að það einhver undir alda þarna og fólk sem vill kaupa og ég trúi því að það ástand muni halda áfram og öðru óbreyttu. Zohran Mamdani tók við embætti borgarstjóra New York í Bandaríkjunum skömmu eftir að nýja árið gekk í garð. Athöfnin var á sögufrægri jarðlestarstöð á Manhattan sem hægt að nota. Mamdani demókrati, fyrsti borgarstjóri New York sem múslimi og þá hann yngsti borgarstjóri New York í sögunni. Meðal stefnumála hans að lækka framfærslukostnað og bjóða upp á ókeypis leikskóla og strætó. We will answer to all New Yorkers. Not to any billionaire or oligarch who thinks they can buy our democracy. We will govern without shame and insecurity, making no apology for what we believe. Aukin hreyfing og útivist var meðal nýjárs heita viðmælanda fréttastofu í dag. Á samfélagsmiðlum að finna misgóð ráð markmiðasetningu. Ég hugsa bara til ársins að mæta því kannski bara meiri mildi og fara oftar í sund og heita potinn. Við ætluðum að reyna að komast á skíði, vonandi tekst á þessu ári. Halda áfram í fótbolta. Já, meira fótbolta. Já, ég bara mjög gaman að hreyfa mig, þannig að ég bara, stefna alltaf á það á hverju ári. Þú ert komin hérna út 2. janúar, þannig að það byrja vel. Já. Hvað segir þið? Eru þið með einhver áramótaheit? Bara í gymmi. Farið í gymmi, þá hreyfa sig meira? Já. Verið í fimleikum og frjálsum og kannski líka píanó. Maður alltaf með áramótaheit að maður ætlar að lokka inn að læsa inn og gera allt almennilega En í rauninni gengur ekki þannig að ég held að ég ætli bara að fókusa á jafnvægi. Það alltaf að reyna að bæta sig, hreyfa sig meira eða gera eitthvað fyrir sig, láta sig líða betur og upplifa eitthvað. Nei, ég gerði það nú ekki, en ég mjög duglega að fara í sund og hreyfa mig. Þannig þú ætlar kannski að halda því áfram á nýja ári? Já, ekki spurning. Í rauninni ekki bara fókusa á góða hlutina í lífinu og vera betri manneskja einhvern veginn. Á samfélagsmiðlunum hjá mér nóga hugmyndum fyrir mig hvernig ég verða betri manneskja á komandi ári. Hérna eitthvað sem heitir 75 hard eða erfiðir 75 sem á að koma mér í geggjað form á 75 dögum og bæta heilsuna mína svo munar. Svo hérna bingospjöld líka þar sem ég get tikkað við alls konar atriði sem ég ætla að ná fram á nýju ári. Og svo þetta klassískir markmiða listar. Hérna eru 101 leið, hvorki meira en minna, fyrir mig til að verða besta útgáfan af mér 2026. Ráðgjafi hjá fyrirtækinu Mögnum, þar sem til dæmis hægt að sækja góð ráð markmiðasetningu, segir mikilvægast að spyrja sig hvers vegna maður vilji gera hlutina. Eins og til dæmis bara típist áramótaheiti að fara út og hreyfa sig og borða hollt, en það eitt og sér kannski ekki nógu mikill tilgangur fyrir þig til þess að ná markmiðinu. Þannig að það mjög mikilvægt að þú leggist aðeins yfir það og sjáu bara hver tilgangurinn og af hverju þig langar að ná því. Sumir upplifa pressu í upphafi árs að bæta ráð sitt, en það hvorki gott að setja markmið til að geðjast öðrum eða standast samanburð í netheimum. Og auðvitað til dæmis alltaf gott að hafa eitthvað pepp með sér þegar maður að ná einhverju markmiði, en aðalatriðið samt að þetta sé út frá sjálfur en ekki út frá einhverjum öðrum. Já, og þarna heyrðist ný íslenska sögnin að lokka eða lokka inn, læsa inn. Ætlaði mig ekki segja að það þýði að leggja mikla áherslu að ná árangri. Nóg það, lítum til veðurs. Hægir vindar og yfirleitt bjart næsta sólarhringinn, en þó gengur í norðvestan strekking með dálitlum éljum austan til og við norðausturströndina á morgun. Kalt í veðri og víða 2 stafa frosttölur inn til landsins. Við förum nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum. Íslenska karlalandsliði í handbolta kom saman í dag og undirbúningur fyrir EM hafinn. Ómar Ingi Magnússon missti af síðasta stórmóti sökum meiðsla en heldur nú á mótið sem fyrirliði Íslands. Á morgun verður ljóst hver íþróttamaður ársins 2025 Við rifjum upp tilnefningar og spyrjum fólk á förnum vegi hver þau haldi að hljóti heiðurinn í þetta skiptið. Loks lítum við á heimsmeistaramótið í pílukasti. Luke Littler mætti til leiks í 8 manna úrslitum í gær.
Missið ekki af íþróttum hér eftir fréttir. Helstu atriði frétta. Tvöfalt fleiri yfir 70 leituðu til Bjarkarhlíðar miðstöðvar þolenda ofbeldis á nýliðnu ári en árið á undan. Dæmi eru að uppkomin börn neyði foreldra til að selja ofan af sér og svíki út lyf þeirra. Kílómetragjaldið kemur betur út fyrir stóra og orkufreka bíla en verr út fyrir litla og sparneytna bíla. Jeppaeigendur gætu sparað tugi þúsunda á ári en smábílaeigendur gætu þurft að greiða tugi þúsunda meira en áður. Ísraelar banna starfsemi 37 alþjóðlegra mannúðarsamtaka á Gaza á næstu vikum. Íbúar þar vona að ástandið skáni á nýja árinu. Aldrei hefur verið jafn hlýtt hér á landi og á nýliðnu ári. Hitamet voru óvenjulega mörg og voru það hlýjasta sem skráð hefur verið. Mikilvægast að strengja ekki áramótaheit til að geðjast öðrum að mati ráðgjafa í markmiðasetningu en margir ætla að huga að heilsunni á nýju ári. Bara fókusa á góða hlutina í lífinu og vera betri manneskja einhvern veginn. Þá þessi fréttatími á enda en Ríkisútvarpið með fréttavakt allan sólarhringinn. Þið getið sent ábendingar fréttir á netfangið fréttir@ruf.is. En takk fyrir samfylgdina í dag. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Rockland 30 ára. Upptaka frá afmælistónleikum í Hofi í tilefni af 30 ára afmæli útvarpsþáttarins Rocklands á Rás 2. Grace, breskir sakamálaþættir rannsóknarlögreglumannin Roy Grace, sem þekktur fyrir að nota óhefðbundnar aðferðir í starfi. Góðir félagar og gestir. Þá komum við að stóru stundinni. Íþróttamaður ársins Vala Blossadóttir. Sigur